vita hann hans. Nei, það er ykkur annar. Eru þið að fara að streyma þessu leikur? Hvað er ykkur líkt? Við erum að prófa það. Já, þetta er bara að hugsa þá setjum við líkt í lókun. Ok, ég var að spyrja mig. Þannig að það er að koma eitthvað skil á aftarsíðuna.
Velkomin til leiks. Við erum að gera tilraun með að stríma leiknum og þetta sem sé fyrsta æfing hjá okkur í leiðinni, þannig að við vonum það besta. Við erum hérna með Frikki jafnar fyrir Akureyri. Ok, Tómas Sver frá Ása. Dómarar í dag eru þeir Heimir Örn Árnason og Sigurður Þrastarsson sem að verða væntanlega eitt af aðal dómaraförum umferðarins. Krissi með skot sem er varið og FH í sókn. Ok, Frikki gengur hart fram í vörninni. Svo ég sjáu þá erum við með tvo nýja Litháa í skiptunum báðum megin. Strópurs sem var með Víkingum í fyrra, hann er sem komin hingað, og Landans. Ok, Frikki vinnur aukakast. Andri lætur verið hjá sér. FH með boltann. FH engar með skot í stöng og við geysumst í sókn. Robby með skot sem að er varið.
Litáin fær spjald. Komin 5,5 mínúta og bara 2 mörk. Þannig að þetta er rólegt í markaskorunni. Leikmaður númer 7 hjá FH skorar. Sissi fær aukast. Siggi Þrastað gefur önnur smá tiltal á línunni. Já, Sissi rífur sig upp og skorar og jafnar leikinn aftur. Tómas með vörslu, Akureyri Sóknarður. Strópur í gegn en glæsileg varsla. Þannig að FH-ingar eru með boltana fram. Ísak með skot yfir en fær aukast. FH-ingar ofnir, skot í stöng í dauðaværi, en þeir halda boltanum. Ég held að Tómas hafi varið hennan, allavega fær Akureyri boltan. Það var reyndar spjald í leiðinni. Strópus með neglu og kemur Akureyri yfir í fyrsta sinn í leiknum. En því er svarað snarlega. Einar Rafn kvittaði fyrir það. Þetta var dálítið skrautað mark. Strópur fékk boltan í dauðaværi náttúrulega. Leikmaður númer 7 hjá FH með markalínunni.
Leikmaður númer 21 hjá FH kemur þeim yfir á nýjan leik. Strópus fær aukakast. Það er nú áhuga á því fá meira. Heimir gefur FH-ingum spjald, sannlega verið Ási sem að fekk það. Sissi með skoti í stöng og inn. Það er sem sé búið að vera jafnt á öllum tölum þar sem af er. Einar Rafnæðast. Úps. Tómas reyndi þarna sendingu fram sem að rættaði ekki rétta við. Þannig að FH-ingar halda áfram. Andri brotlegur, fær spjald. Einar Rafnæði í gegn og skoðar. Úps, Strópus í dauðafæri en skiptir yfir. Leikmaður með 3 hjá FH skorar úr höfðalflugi og það er í fyrsta sinn 2 marka munur. Strópus næði sér í meira klístur. Þarna vildi einhver fá aukast en ekki neitt. Tómas Ver, Akureyri með boltann aftur. Það er varið yngast og 1 guldspjald á FH-liðið. Stangaskot. Okay. Close-up hjá Tómasi. Hérna var ekki fengjum útkast en þetta var greinilega
hotn, réttilega dæmt. Höndin komin upp. Og leikmaður með 3 skorar úr hotninu fyrir að fá. Góður kafli í FH, komið 3 mörk í röð. Spennt lína á hann. FH-ingar skora þessa stundina. Já, við fengum hérna góðan listir frá FH á myndavélina. Bjarki reyndar einhentur í dömleikinu en stendur til bóta. Hann sem sé stýri myndavélinni. Og Sissi með skot í stöng og út af. Sóknin í Akureyri er búin að hiksta dálítið núna, síðustu sóknir. Menn FH-ingar hafa skorað nánast úr hverri sókn. Dæmdur fótur að Krissa. Ásíðstöðvar hraustlega en tíminn stöðvar, menn að meiningin að hreinsur sita en það er engin kústur sjáanlegur. Það er verið að sækja kúst en það er spurning hvort það er reddi sem var með skónu núna hlæfrið með. Sýnst allavega að þeir ætla að hefja leikinn aftur. Og það er byrjað. Við spilum að fangum og hotnamaðurinn með 3, hann klikkar ekkert í hotninu. FH kom með 5 mörk í röð, staðan var 5-5 fyrir ekkert svo mjög löngu síðan.
Strópus heggur á hnútinn. FH misti mann út af áðan en þeir taka markmann út af þannig að þeir halda 6 mönnum í sókn, sækja hér aukakast. Klukkan stoppuð og nú er hægt að skúra. Klikkar línunni, Akureyri snýr vörn í sókn. Strópus með neglu í hornið, minkar munninn við 3 mörk. Fangar eru ennþá einu manni færri. 50 sekúndur viðbót. Lína dæmd á FH. Ennþá vera ákvort. En með misheppnaða sendingu fram. Nú þarf að þurrka aðeins FH megin. Sissi með skott sem er varið og FH-ingar halda boltanum. Það er aðeins að þurrka boltan. Og FH tekur leikhlé.
Jæja, þetta verður alltaf að fara á stað aftur. Greinilega ekkert stress á mönnum, þetta er enda bara æfingarleikur. En Heimar gefum ekki og við erum byrjað aftur. Smá tiltal á línunni. Frikki hefur verið harður eins og hann er vanur. Ási með skot sem að vörnin skiptir af, þannig að það fæðum að fá hotkast. Einar af fór í gegn en skotið framhjá. Sannlega hefur Einar viljað fá eitthvað fyrir sinn snúð en fekk ekki. Og Sissi með sendingu sem fer beint út af. Frikki næði boltanum en þetta undur brotlegur, þannig að það fá kast. Fáingar fá aukast. Fannst það reyndar svona frekar útirt en Heimir aður. Ok, núna nær Frikki boltanum og sendir á Andra. Og Andri skorar. Jæja, það er aðeins að saxast á fórskot F-fáinga. Sem voru komin 5 mörkum yfir en þetta er komin yfir 2. Þetta verður óvandi spennandi leikur. Tómas grípur hérna en búið að dæma aukast. Það fá með gott marka á gólfinu. Boltinn var undir Tómas. Sennilega ekki alveg sáttur. Vel tekið á Sópurs sem að fara aukastið.
Það er aukakast, höndin er uppi og þeir stoppa tímann. Höndin sem sé uppi ennþá. Sissi frýr á línni og minnkar munin aftur í 2 mörk. Nú er sem sé tæplega 1,5 mínútu eftir af hálfleiknum. Þetta er til löng sókn hjá FH þannig að nokkuð gerist, en endar samt með marki á línunni. Leikmaður númer 19 sem að skoraði á línu. Andri nær hérna frákasti og minnkar aftur í 2 mörk. En leikmaður númer 19 með gott mark á línunni og sem sýndist Siggi verið að reka Róbert út af í 2 mínútur fyrir brotið. Það er sem komin hálfleikur og við tökum okkur smá hlé á meðan í þessari pröfu útsetningu okkar. Það er sem sé stemt á það að vera með útsetningu frá Leikjum Akureyri í vetur. Þannig að eins og ég segi, þetta er svona fyrsta pröfan okkar. En við tökum okkur smá hlé núna í hálfleik.
Þá förum við að byrja seinna leikinn. Akureyri byrjar einum færri því að Róbert var rekinn út af á síðustu sekúndu fyrir hálfleiks. Ok, þetta er farið á stað. Nú er komin inn á hjá okkur í vinstra horninu piltur sem að er svona til skoðunar hjá okkur. Hann er frá Úkraínu og verður gaman að sjá hvernig hann plumar sig. Hann er enda bara búinn að vera á 2 æfingum, þannig að en það er gaman að sjá hann. Ágúst Elías varði enn eitt skotið, búinn að fara á kostum vægast sagt. FH fær aukakast. Fótur á Úkraínumanninn. Krissi var með tattaðan á og bjargaði sendingu. En Ási skorar. Held að þetta sé fyrsta markið Ása í dag, en ekki skotið mikið markið, en þetta var gott mark hjá honum. Akureyri með fullskipa lið aftur. Beggi kemur í sóknina í staðinn fyrir Sissa. Beggi fljótur að stimpla sinni leikinn, skorar sitt fyrsta mark. Já, þessi úkraínski strákur, hann er góður vinnur þeirra Litháananna og þeir sem sé bentu á hann. Leikmaður nr. 19 hjá FH skorar af línunni. Þeir halda sínu fórskoti. Ási er góður á stað.
Jæja, þar kom að því, fengum mark frá vinstri-geitunni. Þristurinn í horninu alveg býsna öruggur á þessu. Ég held að það hafi ekki klikkað skot hjá honum. Ok, Sissi svífur í gegn og skorar. Tómas með fína vörslu. Frikki stekkar á boltann. Nú væri ágætt að fá mark í leikinn til að saxa aðeins á forskotið. Hvað gerist? Hraðaupphlaup og aftur orðin 5 mínútur. Það óneitanlega til haustbragur á sóknarleiknum hjá okkur. Og vörnin hafi verið býsna góð. Sissi heldur uppi sínu vanalega legg sem er gott. Aukakast. Einar með Ási stendur í söngu en er stoppaður. Höndin er komin upp. Einar Rafn skýtur bara markið og það er leikurinn. Sverri ákveður að setja markmann. Bjarki eða Sím eða Símó kemur í markið. Þarna var greinilega dæmt á brot sem var ekki síðasta snerting, heldur var búið að brjóta sennilega tvívegis áður en að
Síðasta sendingin kom. Leikurinn hefstaður. Sissi finnur leiðin í gegn og skorar. Heimir drekkur Litháen út af. Þannig að við verðum einum færri næstu 2 mínúturnar. Símó ver, en það er dæmdur rauningur líka á FH. Ágúst heldur áfram að verja. Hann er að öllum óljóstöðum, klárlega besti maður vallarins. Símó kemur inn með látum og er hérna dauða að vera á línunni. Það er séns að minnka þetta niður í 3 mörk. Það væri allt í lagi til að fá spennu leikinn. Við erum komin með fullskipa lið aftur. Strópus með skot sem vörðin tekur og Ágúst stoppar það svo endanlega. Leikmaður nr. 20 hjá FH skorar á gólfinu. Þeir halda 5 marka fórsetunnu. Heimir stoppar leikinn. Það þarf að koma með kústinn. Þetta var tiltölulega fljót gert. Þannig að við byrjum aftur. Litháen fær högg á andlitið og FH missir leikmann nr. 19 út af 2 mínútur.
Og Beggi góðinn í dauðafæri en skýtur framhjá. Þetta var snyrtilega gert hjá honum, alveg fram á skotinu. FH-ingar einum færri en þeir taka markmanninn út af. Ási á með sendingu á línuna sem gekk ekki alveg. Ágúst mættur í markið á síðustu sekundu og það dugði til að stoppa þetta. Sveisaði á hann er klárlega maður vallarins. Vel gert. Ok, og það er skorað frá eigin vallarhelmingi. Þetta getur ekki gerst þegar menn að taka markmanninn út af. En hefur reynda gengið fínt hjá FH-ingum fram til þessa. En nú er jafnt í liðum. Og leikmaður 7 skoraði á línu fyrir FH. Litáin brásir inn á línuna. Skilaði marki. En það þarf að stöðva leikinn. Ágúst Eli var fyrir hnjaski, hefur sennilega lent á stönginni. En hann vonandi hristir þetta af sér. Og það er leikmaður 20 sem að brýst í gegn og skoraði fyrir FH. Sýnist að ég hafi mistað marki hjá Akureyri. Allavega miðað við töflunni í húsinu, þannig að við bætum úr því. Frikki nýtti allan sína krafta á línunni núna og að harðfylgi sig þá sótti hann þetta mark.
Úkraínumaðurinn með sitt fyrsta mark. Og FH tekur leikhlé. Þetta er að verða leikur aftur. Þetta er að verða leikur aftur.
Ok, þetta hljóðið sé komið inn á tökununa. Þið velur líka að þessum. Þetta var þáttið skrítið mark. Menn héldu að dómararnir hefðu stöðvað leikinn en það var aldrei gert. Ok, Krissi komin á stað. Krissi hefur ekki fengið marga bolta í horninu en skilaði þessum. Það er sem sé 4 nokkra mínútur, 28-24. Það er 1,5 mínútur eftir. FH með skot framhjá. Strópur sæði fram. Úps. Slækja yfir bakið. Þannig að það er nokkuð ljóst að FH fer með sigur í þessu leik. Tómas Ver. Tómas búinn að vera flottur núna þessa síðustu andartök. Frikki fekk hérna magnaða sendingu á línuna og skilaði því í netið. Og það eru 30 sekúndur eftir. Þannig að hugsanlega fáið 1 mark í leikinn í viðbót. Þeir verða sennilega ekki mikið fleiri. Tómas stöðvar þetta. Úps. Þar með er leikurinn útrunninn. FH vinnur 3 marka sigur í þessum fyrsta leik og við þökkum Bjarka kærlega fyrir myndatökuna. Og nú verður smá bið þá til að setja leikurinn hefst. En við ætlum að sýna hann líka. Þannig að við tökum okkur smá síðan rétt á meðan. Takk fyrir okkur í bili.
Jæja, velkomin til Leiksátur. Það styttist í að leikur Gróttu og HK byrji. Og það eru sömu dómarar áðan, Heimir og Siggi Þrastar. Við erum komið með nýja áhufna myndavélina. Ég bara segja við séum komið með nýjar myndatökumenn og leikurinn sem sé hafinn. Og að játa það, ég þekki nú ekki alla þessa leikmenn með nöfnum, þannig að við látum svona myndirna bara mesturriti tala. Ákominn halda boltanum til smá ævintýrasendingar. Það fyrsta varslan kominn. Hann Grótta heldur í sókn. Sé ekki betur en að leikmann með 17 í HK-liðinu sé Svavar Gretarsson sem átti nú lengi heima hér við norðan. Úps. Það vítakast. Eins og ég segi, Svavar Gretarsson bjó lengi hér á Akureyri en hefur leikið með Vestmannaeyingum nokkur ár en færði sér reyndar yfir í HK í fyrravetur. Og það Grótta með fyrsta markið úr víti. Það varið og aftur varið en Heimir dæmir vítakast. Gróttumenn verðust inn í teik. Og það fyrir spjaldalott líka. Leikmaður 28 sem tekur vítið. Og skorar. Bæði mörkin komin úr vítakostum. Þessi var smurður í hornið og Svavar svarar. Og Gróttumenn missa boltann út af.
er verið að þurrka boltann. Og reynda að skipta bolta líka. Og byrjum að þetta er það fyrir gullspjaldaloft. Leikmann með 22 hjá HK fær spjald. Finnar fór inn á horninu en þetta var varið og HK leggur á staðið sókn. Og auka kast. Þetta verið hárréttur dómur. Það var snyrtilega gert en brotið. Já. Leikmann með 10 hjá HK sem að leiddi þessu mínútið. Gróttumenn skjóta framhjá. Úps. Gróttumenn fiskuðu þarna ruðning. Það er að taka þetta réttum stað. Leikmaður númer 34 skorar fyrir utan. Jafna leikinn fyrir Gróttu. HK-menn taka markmenn út á og spila þá með 7 sókninni. Svavar stoppaður. Spurning hvað Heimir er að spá. Hann er ekki sýnt neitt merkjum hann sé að rekka út af. Nei, Gróttumaður virðist fá að halda áfram. Nú held ég að klukkan á það ekki fara á stað á Riddaraborðinu. Þannig að ég held að klukkan okkar sé rétt hins vegar.
HK var aukast. Heimir! Klukkan er stopp! Klukkan er stopp! Hún er 9:08. Veit það ekki. Það var miklu meira sem átti að vera. Jæja. Leikurinn fram staðatur. Ég held að klukkan sé ennþá ekki rétt en við sættum okkur við það. Setjum okkar klukku í gang þegar hún nær tímanum. Finnur skorar fyrir Gróttu úr horninu. Það eru nokkrar sekundur í að klukkurnar stemmi aftur en við látum eins og ekkert sé. Ok, þá erum við komin í takt. Svavar jafnar fyrir HK. Og tíminn er stoppaður. Allt var á staðatur. Þetta var sem sé Þráinn númer 55 sem að skoraði síðasta mark Gróttu. Okay. HK fær horn. Ok, það er dæmt bara Finnur lang fyrstur fram og skorar úr hraðarhlaupinu. Aftur ætlar HK að setja aukamann í sóknina. Markmanninn út af. Gott mark á horninu á HK. Grótta fær aukast. Leikmaður 34. Tími Gróttu aftur
Markataflan í húsinu sínu stans í 7-5. En bara að trúa því. Ok, mark úr vinstra horninu. Tunna við. Leikurinn stoppaður. Það er smá rugl á töflunni hjá Rittarborinu. En komið í lag. Staðan er sem sé 7-6. Finnur er öryggið uppmálað í horninu. Hákáminn hafa greinilega ofurtrú á því að vera með aukamann í sókninni því að þeir halda því áfram. Og aukakast. Og það er mark. Leikmaður nummer 22. Minnka muninn aftur í eitt mark. Fyrri hálfleikurinn er sem sé rétt rúmlega hálfnaður. Grótta verið á undan allan tíman. Þó mundurinn hafi ekki verið nema 2 til 3 mörk. Tómt markið en Gróttumenn bara hitt ekki. Það er markmaður verið að koma inn á til þess að kasta út. Svo fer hann beint út af þetta. Nei, þeir reyndar hættu við að taka markann út af, þannig að þeir eru að spila bara hefðbundna sókn eins og er. Svavar með þetta flotta mark. Minnka muninn í 1 mark. Já, við höldum það. Ég reyndar hélt að segjum, nei, það er ekki jafnt. Gróttumenn bæta við marki. Oops. Leikmaður með 2 hjá Gróttu. Alit á línunni. Átti ekki erfitt með að skora þetta.
Leikmaður númer 4 í Hongá nær frákasti og skorar úr horninu. Leikmaður 34 fer gegnum með gott gegnumbrottsmark og heldur 3 marka fórskotið Gróttumanna. Og HK tekur leiklega. Já, hljóðið mætti komið á staðatur. Það þarf að skúra eina vel enn. Merkið þetta það þarf alltaf að skúra þarna á vinstri kantinum. Og þó þeir hættu við að skúra. Byrjuðu bara leikinn aftur.
Markmaður HK varði hérna en einhverju þetta vegna þá misti HK líka mann af velli. Sá nú ekki fyrir hvað en að sjálfsögðu markmaðurinn tekinn út af. Það eitthvað smá ósamræmi í klukkunni hjá okkur og markatöflunni, þannig að við erum að reyna að vinna það upp. Aftur klúra Gróttumenn skoti í auttmarkið, þannig að HK sleppi með skrekkinn. HK var takast. Þeir verða innan færri í 20 sekúndur í viðbót. Og HK fær eitthvað kast. Þeir lifa sennilega af þennan brottvísatíma. Vinna hottkast. Hendin uppi. En þeir eru komin með fullskipað lið engu að síður. Og snillt fyrir þetta mark á línunni á HK. Þannig að nú munar bara einu marki. Og það eru 6 mínútur eftir af hálfleiknum. Svavar gerir árás, fær aukakast. Þetta var hotn, það var, nei, ég held að mér þetta með hotn en þetta var greinilega bara aukast. Finnur náði ekki alveg að redda þessu, hann steig inn í teginn, þannig að það að lína. HK heldur áfram, þetta orðin býsna löng sókn hjá þeim. En allt í góðu lagi. Nes! Þetta var eiginlega ótrúlegt mark hjá Svavari. En það jafnt, 13-13. Gróttumenn ekki alveg hyggst á sig, en Finnur kemst inn í sendingu.
Og skorar. Það missar hann boltan hver á fætur öðrum. Leikmaður 14 hjá Gróttu skorar á línunni. Svavar skýtur framhjá. Þannig að Grótta fær séns að auka mínútur. Það var lið. Þannig að HK-menn hafa séns að minnka munin. Þetta gekk fullkomlega upp hjá HK. Mínúta til hálfleiks, 1 marksmunur. Leikmaður nr. 2 skorar úr vinstri horninu. 2 marka munur. HK hefur hálfa mínútu til að minnka það í 1 mark. Eða klúra þessu aðeins. Ok, 10 sekúndur. Slá yfir og tími rennur út. 16-14 í hálfleik og nú bara gerum við smá hlé þá ætla að 17 leikurinn byrjar.
Jæja, seinni hálfleikurinn byrjaður og Grótta byrjaði með marki. Þangaði Hangamenn með frákastið og Svavar í gegn og skorar. Svavar búinn að vera drjúgur fyrir HK í leiknum. Hangamenn fá aukast. Lítið þess að segja. Og framjá. Hangamenn geta núna minnkað muninn í 1 mark. Fá aukast. Einhver smá bleita á gólfinu en ekki alveg því að það er allavega engin kústurgófinn. Það er haldið áfram. Gróttuvörðin hirti þetta og hraðaði hlaup og leikmaður númer 2 klárar þetta hraðaði hlaup. Átján 15 fyrir Gróttu. Nú HK-menn eru í fyrstu deild, þannig að Grótta er í Ólífsdeildinni. En Svavar gefur ekkert eftir og Grótta vinnur boltann. Kast.
Glæsileg varsla hjá HK. Þetta var af dýragerðinni. Þannig að HK er ennþá í sens að minnka muninn. Þurfa samt að gera heldur betur en þeir hafa verið að gera annað síðusóknum. Og leikmaður með 22 með skot framhjá. Og leikmaður 2 hjá Gróttu, hann skorar úr vinstra horninu. Það er tekið fast á í örðinni. HK menn vilja væntanlega brottvísun en fá ekki. Svavar sótti þetta miklu herbergi. Þráinn rekinn út af. En þetta er engu að síður bara aukakast. Vel spilað og leikmaður númer 28 skoraði fyrir HK. Þetta er rétt. Og það var smástund, það komu 2, svo tókum við tilbaka. Þetta var... Ég held að þetta sé rétt. Það er ekki alveg. Okay. Þarna fá kjörið færri fólkurum. Þetta er endar gerðist tvisvar hérna fyrir í kvöld, þannig að þetta er þriðja mislukkaða sendingin þvert yfir völlinn. Grótta tekur leikhlé.
Já, leikliðið búið, þannig að leikurinn fyrir að hefast á ný. Það er varðið, þannig að HK á núna sem svo að jafna leikinn. Glæsilega markræfta. Þarna sluppu grótumenn með skrækinn. Eitthvað með 9 hjá Gróttu, mark fyrir utan. Þannig að það er smá tökur í þeim. HK-menn taka aftur markmanninn út af. Þarna var sannkölluð dreif á markvætta. Einhver smá vandagangur á HK-mönnum í þessum skiptingum. Leikmaður sem kom inn á fyrir markmanninn áðan, hann var ekki með klístur, þannig að það klúðraðist aðeins. En nú er klístrið komið, þannig að þetta er allt á eðlilegu róli. Ruðningur dæmdur á HK-menn og Finnur fremstur fram og skorar. Og HK ætlar að reyna einu sinni enn að taka markmanninn út af. En eitt hraðar til Grótumanna endaði með marki. Þær eru að síga fram úr. 4 marka munur í þessum leikinu. Það er helst að sé lífsmark með Svavar í ákvalinu þessa stundina. Ekki mikið í gangi annars hjá liðinu. Svavar með snildarsendingu og enda með marki leikmann nr. 19. Minnka munin í 3 mörk, 22-19.
sirkus tilþrif hjá Gróttumönnum sem að ber árangur. Ok, þarna dæmir Sigurður víti. Þeir meina að Gróttumenn hafi verið lentur. Rekur Hákamann út af. Finnur kemur inn alltaf að taka vítið. Ég held að þetta sé þriðja vítið í leiknum, sem er ekki mikið. Og Finnur skorar. Háka á missi boltann. Og það er leikmaður númer 9 sem að skorar. Nú held ég að séu aðeins sofandi reyndar hérna á vitræðaborðinu. Það var ekki alveg uppfært töfluna. Bara óðan einhver munir fyrir Gróttu. Gróttumenn missa boltann, þeir vörðust inn í teig.
Savars er að halda lífi í HK-mönnum með enn eitt markið sitt. Og leikmaður nummer 8 fyrir Gróttu á línunni. HK-menn gera breytingu inn á kemur þriðji markmaðurinn hjá þeim. Að gera að leyfa öllum að spreyta sig á svona æfingamóti. Til þess eru þau. Úps. HK fær innkast. Aftur fær HK innkast. Þetta er löng sókn, enda var höndin að koma upp akkurat núna. Og Grótta missir mann af velli. Leikmaður númer 2. Þar með fór höndin yfir aftur. Þannig að HK er með nýja sókn. Og leikmaður 10, Garðar held ég hann heiti, hann skoraði 21. mark HK. Þetta er ekki alveg búið, HK var alveg séns að gera eitthvað. Einu manni fleiri þegar Grótta tekur leikhlé. Minnum á leikina sem er á morgun. Klukkan 6 mætast FH og Grótta og klukkan 19:30 þá leika HK og Akureyri. Og við stefnum að því að sýna þá leiki líka á morgun. Hins vegar þá munum við ekki geta sýnt leikinn á laugardaginn þegar FH og HK mætast og svo Akureyri og Grótta. Þar sem útsendingabúnaðurinn verður þá í notkun annar staðar. Þar sem sé KA og HK mætast í innkassodeildinni. En sem sé það eru leikir á morgun og sem við reynum að sýna. FH og Grótta og HK Akureyri og byrjum klukkan 18 á morgun.
Glæsilega markvarsla en enn einu sinni klikkar HK á að skora í autt markið. Þannig að Grótta fær aftur séns. Lína á leikmann númer 9 á Gróttu. Þannig að gera HK menn, þeir geta þessi minnka munninir í 4 mörk. Óps. Þar fór sá séns. Gróttumenn sundurspilaðu í vörnina en markvörðurinn HK hann varði meistarleg og fekk að sjálfsögðu gott klapp frá sínum mönnum. Ok, ég er að fá uppsýn á það að þessi snjalli markmaður sé sonur Guðmundar Hrafnkelssonar, eins leikjahæsta markvörðar Íslands. Og HK menn nýttu tækifæri vel. Og leikmaður HK, Garðar, ef ég man rétt, laskaðist eitthvað við þetta mark og er stuttur út af. Leikurinn er ævináttur. Nákvæmlega 5 mínútur eftir, 4 marka munur. Og það er allt hægt. En Gróttumenn, varnarmaður númer 9, hann aðeins minnka vonir HK-manna. Svavar Geitarsson hvílir núna hjá HK, enda búinn að spila allan leikinn, en klárlega búinn að vera þeirra besti maður. Þarna er gott færi hólgarðum og Gróttumenn aðeins sókn. En óps.
Gróttumenn voru klárlega að missa manna af velli en trúlega þarf eitthvað að stilla tíman á rittarborðinu aftur því að þetta er allt komið í gang aftur. Gróttar sem misti mannavelli. Klassa mark hjá leikmannum með 31. Hann held ég bara nýkominn inn á, þannig að þetta var ábyggilega hans fyrsta skot og jafnframt fyrsta mark. Sonur Guðmundar minnir hraustlega á pappa sinni í markinu. Glæsilegar vörslur. 2 en Grótta færi víti. Ekki alveg klára á fyrir hvað eiginlega. En Finnur mættur á punktinn og skorar. Það er varsla og Gróttumenn æðu upp í hraðarlöp. En það er skottið í gólfið og yfir. Þessi sending rattaði ekki alveg að leið. Enn eitt hraðepljumark Gróttumanna. Rittararborðið segir að staðinn sé 29-24. Við skulum bara trúa þeim. Enn á aftur eru Gróttumenn komnir í hraðepljöp en klúðraði. Þannig að HK er skyndilega komið í hraðepljöp í staðinn. Það er varið og eitt sinns viðbót en þversláin. Þetta ætlar ekki að ganga hjá HK-mönnum. Hálf mínútu eftir og Grótta er að sigla þessu í höfn. En það er varið. Og HK lagar stöðuna á síðustu. Þar með leikurinn búinn og Grótta vinnur 5 sigur 25-30. Og við þökkum bara fyrir okkur í bili og minnum á leikina á morgun sem verður líka í útsendingu hjá okkur. En svo við bara endurtökum þetta á morgun, byrjum við klukkan 6 með leik FH og Gróttu og klukkan 19:30 mætast HK og Akureyri. Annars bara bestu guðir, takk fyrir okkur.